Næstum heila Kárahnjúkavirkjun þarf til að knýja olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Verði orkan framleidd með olíu á staðnum, eykst koltvísýringslosun landsmanna fjórðung. Olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum þyrfti orku sem nemur nærri því heilli Kárahnjúkavirkjun. Væri hún framleidd með olíu á staðnum, myndi koltvísýringsútblástur Íslendinga aukast fjórðung. 500 ný störf getur skapast rísi olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum. Hvesta í Arnarfirði þykir vænlegur staður. Í slíkri stöð yrði hráolía hreinsuð meðal annars með því að hita hana og til þess þyrfti orku. Ég hef áætlað að þessi stöð þurfi allt í allt 4 teravattstundir á ári af orku hvaðan sem hún kemur. Heildar orkuframleiðsla á landinu öll í ár að Kárahnjúkavirkjun meðtaldri áætluð nálægt 15 teravattsstundum. Útreikninga sína byggir Stefán meðal annars á 5 ára gamalli skýrslu evrópsku IPPC-skrifstofunar samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun. Lágmarks orkuþörf á hvert tonn af olíu sem kemur inn til vinnslu væri 470 gígavattstundir á ári. Og ef maður markvallar það með 8,5 sem er svona umrætt magn hráefnis í þessari stöð á Vestfjörðum, að þá koma út 4000 gígavattstundir eða 4 teravattstundir. Það er ekkert flóknara það. Og þetta er þá lægsta orkunotkun sem var gefin upp í þessari skýrslu bestu fáanlegu tækni í olíuiðnaði. Hægt væri að notast við raforku frá vatns- eða gufuaflsvirkjunum. Þá erum við að tala í vatnsaflsvirkjun uppsett afl upp á kannski 600 megawatt. Ef við berum það saman við Kárahnjúkavirkjun þá er hún 690 megawatt, þannig að þetta er svona svipað magn. Ekkert hefur verið rætt við stóru orkufyrirtækin kaup á svo mikilli raforku en forsvarsmenn olíuhreinsunarstöðvarinnar hafa hins vegar hitt menn hjá Landsneti. En stöðin fyrir vestan gætu auðvitað líka framleitt orkuna sjálf úr olíu. Til þess þyrfti árlega að brenna hátt í 400 milljón olíulítra. Því fylgir losun koltvísýrings upp á, í þessu tilviki, rúmlega 1.000.000 tonn, 1100.000 tonn, eitthvað svoleiðis. Heildarlosun landsmanna á koltvísýringi á þessu ári að meðtaldri losun álversins á Reyðarfirði verður líklega rúmar 4 milljónir tonna. Svo er þetta að fara einhverja millileið, einhverja blöndu af raforku og olíu. Vestfirðingar ætla að ræða stóriðnaði í fjórðungnum á 2 málþingum helgina og Bíldudal á morgun og Ísafirði á sunnudaginn.